Halló, velkomin þið sem eru að horfa á þetta í upptökur á podcastinu, ekkert að frétta. Ég ætla að leyfa ykkur að byrja aðeins á undan alvöru upptökunum og fylgist með okkur að stilla upp. Nú er ég búinn að sitja í svona hálftíma að undirbúa og Gummi var að mæta í spjallið og við sjáum hann í bakgrunn. Þannig er hann, ég veit ekki hvað hann er að gera. Þetta er hérna bjórskápurinn hans sem er bara bjór. Svo er hann með annan ískáp sem er eitthvað annað. Eins og laukar. Hann er með, notar hérna ískapið sem fyrir lauk og eitthvað. Og þess vegna er Gummi svona frábær. Ég ætlaði bara að byrja að taka upp og hérna, nei ok, hann er farin aftur. Býtu, ég var með líka svona svolítið skemmtilegan bakgrunnseffekt svona, en það dettur stundum út, ég veit ekki alveg af hverju, en við erum með það að finna út úr þessu, þannig að engar áhyggjur. Ég býstu að Gummi verði eitthvað að snúsast hérna í smá stund, þannig að ná sér í bjór, ná sér í kókaín, en svona lítur þetta út yfirleitt hjá okkur. Ég er að útskýra fyrir fólki sem, ég ætla að leyfa fólki að fylgjast með svona fyrir príupptökur ef við erum að taka upp, sko. Hver er að fylgjast með okkur? Ég veit það ekki, ég postaði þessu örugglega á YouTube eða eitthvað. Við gætum náttúrulega kveikt á Twitch. Akkur ger ég það ekki, ég ætla að kveikja á Twitch. Sjá hvort það virkar. Sko, ég finn brunalykt. Ok, það er aldrei gott. Heldur það sé niðri á ítalskar hérna veitingastæðum? Ég held að sé að þessi þáttur verður on fire! Fucking gay! Nei, ég finn samt brunalykt, en það er ekkert að brenna hérna, sko. Ok. Það... Ég held að sé sko að því ég opnaði lóðboltakassan minn. Það gæti náttúrulega verið, sko. Humble flex. Já, við hérna... Ég er með lóðboltakassa. Það er líka ekkert... Það er eiginlega bara fátt heitara heldur en gaur sem kann að lóða, sko. Já. Double click your stream key. Ég er eitthvað ekki ná þægileg hérna. Það er allt í drasli. Mér var heitt. Nú er ég að sjá hvort ég geti tengt Steamið okkar inn í þetta sem ætti að vera ekkert mál af því við höfum gert það áður en ég nenni ekki að finna út í núna held ég. Þannig að ég ætla ekki. Þú lætur mig bara vita Gummi þegar þú ert ready. Ég er ready. Wow, shit hvað það var nett. Ég opnaði þetta með liftdóllu bara á vinstriði. Bara þú veitir að þá er þetta ekki lengur kallað lift sko. Það er svolítið svona eins og að það er svolítið gamaldags sko. Það er svolítið gamaldags, það er svona eins og að segja hérna ef að fara að tjúta ef þú ert að tala um að fara á jammið eða að segja eitthvað sé lummo ef það er leim eða eitthvað. Segja eitthvað sem er lummo, það er ógeðslega góð. Þannig að það segir ekki vel. Þetta er lummo. Þetta er svo ógeðslega lummo. Herru, ég... Það segir vel á. Já, maður segir vel á. Herru, ég ætla hérna bara að share með þér og við hoppum svo bara beint inn í þetta. Þurfum ekkert að draga þetta langinn hérna. Þannig að þú ættir að geta fylgst með. Já, halló. Allir í mér. Halló, alheimur. Og ég ætla að byrja að taka upp núna. Ég hef verið í fel. Ok, ertu ready? Ég hef aldrei verið ready. Ok. Here we go. Ég
we go again. Yeah. Halló eitthvað að frétta? Já, það ekkert að Já. frétta. Já, það ekkert að frétta. Sonur minn, fáður sæti og játaðu syndir þínar. Þá voru þú að segja, fyrirgeðu pabbi, ég var að syndga og hérna, Ég er búinn að syndga, pabbi. hættu þessu, hættu að vera Þegar vondur, ég er búinn að vera ótækur, pabbi. þetta er svo vondur, hérna, já, sem sagt, velkomin aftur í þáttin okkar, við erum búin að vera í burtu í einhvern smá tíma. Hvert er ég að fara með þetta? Ég er búinn að, ég er búinn að gleyma Sko, það sem ég ætlaði að segja var já, ég er búinn að vera svolítið stressaður að koma aftur og ekki eitthvað svona bílaslega stressaður, en ég er bara svona er ég ennþá með þetta og var ég einhvern tíma með þetta, skilurðu, og hérna og það er svona hausinn á mér í nótt var á fullu. Já, og núna þessar fyrstu mínútur, það ertu algjörlega ekki með þetta núna. Já, bara engan veginn með þetta núna. Nei, við erum búin að vera í fríi í svona cirka mánuð og mikið búið að gerast síðan þá og mikið vatn runnið til sjávar. Við erum á þátti 88. Rauðin dagsins í dag er hvað, Guðmundur? Það er Amstel. Amstel. Núna er ég að fá mér einn hélaðan Amstel sem ég er búinn að vera í ísskápnum. Ég hækkaði ísskápnum upp í 7. Og búin að vera að bíða eftir hennar Amsterdam. Velkomin til Hollands. Og hérna, styrtar alveg þáttarins í dag eru comeback. Fórstu í burtu? Comeback. Og hérna, bara fínt að klára þetta út. Við getum komið ferskir inn í þáttinn, fullt af nýjum hlustendum sem hérna er að bíða í ofvæni eftir að heyra okkur tala. Hvað er að frétta? Ekkert. Baby, bara didn't miss a beat, sko. Fullkomið. Já. Ég hérna, að því að nú varstu að tala um þetta þáttur 88. Já. Þá var ég að horfa á TikTok um daginn. Ok. Og það var einhver svona motivational gaur sem var að segja eitthvað svona: vissir þú að 99% af podcastum gefa ekki út meira en 3 þætti? Og sagði eitthvað sem þýðir ef að þú getur haldið því við því að gefa út meira en 20 þætti þá ertu í toppa 0,5% af þeim sem reyna að gera podcast. God damn. Nei, já, ég hérna, það er gaman að heyra og hérna, þegar við vorum að skoða sko fyrir podcastáttin sem við tókum við fyrir mörgum árum, fyrir kannski svona 1,5 ári, þá hérna, þá sá ég þetta mitt, að það var alveg slatti af podcastu sem byrjuðu og tóku nokkra þætti og svo enduðu þau. Og við erum definitely, við erum alveg svona með langlífustu podcastum á Íslandi held ég, sko. Þannig að hérna. Pældi að þú veist, við erum svona eins og bloggi hjá Birni Bjarnasyni. Já, og ætlum aldrei að hætta. Bara svona consistency er alveg upp á 100. Áheyrnin ekki svakaleg, já, en þú veist en ég meina, við gefum okkur allar besta í þetta eins og Björn gerir, skilurðu, hann bara gefur sig allan í þetta og svo bara á endanum, skilurðu, þá uppsker maður eins og maður sáir og maður fær kannski nýja hlustandar, skilurðu, sem er bara frábært og rétt árum að deyr og sem mætir kannski jarðarfara strímið. Ég ætla að stríma jarðarförinu minni. Það er öllum jarðarförum streimt núna, ekki? Já, ég held ég væri með eitthvað byltingu hérna. Það meikar reyndar alveg sens. Það er alveg, já. Ok, ég er svolítið gammaldags. COVID baby. En hérna, þú fórst á Svolítið lummo að stinga upp á streymi. Já, svolítið lummo og hérna, svolítið halló. Hvernig var tónlistarhátíðinni? Það var ógeðslega gaman á tónlistarhátíðinni. Ok, þú fórst á Sziget sem er í Budapest, Ungverjapest og hérna er á eyju í ánni þar og er ógeðslega heitt, allan að síðast ef við fórum fyrir nokkrum árum
Svo fórst þú aftur núna. Hvernig var? Þú varst í tjaldi núna. Já, ég var í tjaldi, sko. Það var ekki alveg jafn heitt, sko. Ok, ég er nefnilega búinn að hafa miklar ágjur, sko. Já, það. Já, alveg bara, ég var að hringi... Þú setið heima. Já, hringdi í sendiráði aftur og aftur og bara, einhverjar fréttir frá Gumma, eru þið í sambandi við hann? Og hérna, þú veist, þau bara, nei, við bara vitum ekkert hver hann er. Og þá var ég bara ennþá stressaður. Hætt að hringja. Bara hætt að hringja, þetta er ekki eins og sendiráði í Ungverjalandi, þetta er danska sendiráði. Ég var bara, eru þið ekki í sambandi við Gumma? Já, og hérna... Já, ég var í tjaldi núna. Já. Og þetta er kannski öðruvísi en íslensku tjöldin sem það sem þú vilt vera hlýtt og hérna vera með góða svefnpoka sem þú lúft -15 og eitthvað. Minna pælt í því kannski. Já, algjörlega, sko. En ég samt einhvern veginn ímynda mér að ég var að fara í svona nice tjöld, þú veist, svona... Ég einhvern veginn held að því að maður borga alveg pening fyrir þetta, skilur. Já, einmitt. Þetta var alveg 5.000 skall nóttin eða eitthvað. Já, einmitt. Ég einhvern veginn ímyndaði mér að þetta verði eitthvað svona, eins og svona svipaði sem við vorum í Marokkó. Í eyðimörkinni. Já. Það verður kannski í, þú veist, rúm og þú veist, svona nóg pláss og svona gott efni í þessu. Nei, þetta voru bara nóva tjöld. Já, einmitt, næs. Og þú veist, líkaminn minn passaði ekki enda í enda. Nei, einmitt. Náttúrulega frekar litlir hann í Ungverjalandi. Það er svolítið magnað. En Úlfur var að spila, sástu hann? Sástu þá? Já. Eða það? Ég sá það, já. Og hérna, bara eins góðir og þeir hafa alltaf verið. Við erum náttúrulega... Já, voru bara geggjaði, sko. En það var ógeðslega skrítið að heyra það, sko, tala ensku, sko. Einmitt. En þekktu þeir þig, skilurðu, mundu þeir eftir... Mér fannst eins og þeir þekktu mig. Já, að því við... Ég og þeir vorum einhvern veginn eitt. Já, einir, sko. Þetta voru syngið til þín. Einmitt. Og þeir sungu á íslensku. Þeir eru ekki búin að þýða alla textana sína. Nei, þeir sungu á íslensku, sko. Og það voru eiginlega bara ógeðslega mikið Íslendingum bara á þessum tónleikum. Því þetta var á milli, sko, þetta var akkurát á milli Justin Bieber og, þú veist, einhver annar. Einhver Louis Capaldi eitthvað, Já, eitthvað svoleiðis. Einmitt, ég var að hugsa hvort þú hefði valið þetta sko fram með Bieber. Ef þetta hefði verið á sama tíma, hefur þú valið þetta fram með Bieber? Sko, já, eftir á. Hefði ég gert það, sko. Ok. En það var smá skörun, sko. Já. Ég var alveg sáttið við það, sko. Einmitt. Ég fór bara beint af Úlf á Bieber. Já. Fáum við smá svona review, já, hvernig var eins og Bieber og þessi fleiri? Sko, já, Bieber var ekki, þú veist, mér fannst það ekkert spes. Nei. Þannig að það var fullt af lögum og svona, en það var svolítið svona, þú veist, það er alltaf eitthvað attitude í strákum. Já, strákurinn er alltaf með þetta attitude, sko. Já. Ég skil ógeðslega vel samt, því að það er náttúrulega bara barnastjarna sem bara ótrúlegt að bara sé, þú veist, ennþá nákvæmlega. Og þú veist, ég er alltaf að hringi í kanadíska sendiráðu og ég bara, eru þið í sambandi við Bieber? Hvað, hérna, hafið þið frétt á honum eitthvað? Og þau eru hægt að hringja, þetta er ekki... Þetta er danska sendiráðu aftur. Þetta er aftur danska sendiráðu, einmitt. Og, já, ok, Bieber og hverju fleiri? Sko... Þetta sem segir Bieber hljómar svolítið eins og maður heyrði frá hana þegar hann var í kórnum að hann hefði svolítið ekki nefnt þessu og bara attitude og eitthvað svona pældi í því þegar þú hættur að nenna að spila á 300.000 manna hátíð eða þú veist þegar það er hægt að vera eitthvað spennandi bara það er svo leiðilegt tilhugsun einhvern veginn. Þú veist ef við myndum meika og vera með live show af podcastinu okkar fyrir fram að 300.000 manns og við erum bara ég ætla bara að mæma þáttinn og svo bara taka upp einhvern gamlan. Eða þú veist, það er bara ógeðslega leiðilegt, eða eitthvað. Já, það er það, sko. Ég held að hann hafi verið skárri heldur en í kórnum. Allavega Júlía sagði það, sko. Hann hafi verið betri heldur en í kórnum. Já. Calvin Harris var eitthvað besta tónlistarsjó sem ég hef farið í lífinu mínu. Ok. Og það hann er bara gæinn á. Er það betra heldur en hérna... Þú veist, þegar eitthvað Botleia tók Læri lei á hérna kótilettinu eða hvað sem það var. Ok, þetta er náttúrulega stuðlabandið. Stuðlabandið, ekki Botleia. Já, það var betri en það, sko. Okay. Bara Calvin Harris, hann gerir ekkert rosa mikið á sviði, en gæinn á bara 30 lög sem allir kunna. Og svo er hann bara eitt Spotify playlisti og fær bara póka af peningum og labbar heim. Einmitt. Ok, ég bara get vel trúa því, sko, að það hefði verið geggjað.
og hérna voru þetta highlightin, Calvin Harris og Úlfur. Já, Úlfur, svo voru svona, þú veist, öðruvísi stemming, Lewis Capaldi og Tame Impala, mjög flotti tónleikar. Einmitt. Þannig já, ég var mjög ánægður með þetta, en Úlfur, það var ógeðslega gaman að fara Úlf samt svona, þú veist, einmitt. þeir hafa ekkert spilað mjög lengi. Nei, þeir hættu eiginlega bara, þeir hættu saman og hérna skildu að borða sæng og hérna, en var hérna Svala Björgvins, var hún er náttúrulega svona Svala Kali sko, svona topp tónlistarmaður einhvern veginn og hérna, hún var ekki á hátíðinni. Nei. Það er ákveðin synd sko, hún er svo aktív á Instagram og svona, það hefur verið gaman að sjá hana. Það er bara pæling sko. En já, ég keypti mér líka vodka vatnsbyssu fyrir Úlfur. Já, einmitt. Það er hljómar vel. Var það þá selt sem í staðinn fyrir skoti eitthvað kaupir eða vatnsbyssu á barnum fulla af vodka? Nei, ég keypti bara vatnsbyssu og svo laumaði ég nefnilega vodka inn á hátíðinu. Já, í vatnsbyssunni. Já. Já, ok. Voruð það að fara mikið út af svæðinu? Nei, ekki í vatnsbyssunni. Ég tók vodkaflösku, upp í rassin. faldi hana inn í svona upprulluðu teppi sem ég var búinn að setja umbúðirnar aftur utanum. Ok. Og við vorum 10 manns. Já. Og það var leitað á öllum og það voru 3 aðrar vodkaflöskur teknar af öðru fólki. Já. Nema þegar ég mætti og honum þegar ég var eitthvað svona aðeins að pókanum og spyr, ertu með áfengi? Já. Og ég segi nei. Svo segir hún, en eiturlyf? Ég segi nei. Og hún horfir á mig og hlær svona aðeins, hún hlær svona eins og ég heyrði hana hugsa, nei, auðvitað ert þú ekki með áfengi, elsku drengur. Englabarnið. Og hún sleppti að leita í töskunni minni. Já, sætum. Eini sem hún sleppti því að leita í töskunni. Áhugavert. Ok, þannig að, já, þú lítur náttúrulega út fyrir að vera, þú veist, englabarn og hérna. Ég kemst upp með allt. Mér skemmtilegt að það var svona hlegið, svona eins og þið, svona bonding moment hjá okkur. Auðvitað ekki. Vá, það er ekki. Ég ger mikið svoleiðis. Nei. En hérna, já, þú ert nú búin að gera ansi mikið samt meira. Hvað gera menn í svona sumarlok? Ég fór á annað festival hérna í Hollandi. Já. Sem heitir Mysteryland. Já, einmitt. Og má ekkert segja frá því að... Nei, það er líka bara leyndarmál hvað gerist þar sko. Hérna, já, ég er búinn að gera ansi margt líka og ég ætla alltaf að skrifa niður hvað ég er búinn að gera en svona gleymdi og skrifaði bara eitthvað svona smá niður. Ég var að keyra heim miðjanótt einu sinni, eða miðjanótt, einhvern tímann eftir miðnætti og hérna... Eftir 9 búinn að fara að drekka mitt blóð á hérna og bara keyra heim og það er búið að keyra yfir kött á hérna Kringlumýrarbrautinni og hérna, ég veit ekki alveg hvort þetta er nógu merkilegt til að segja frá þessu en ég svona keyrði tilbaka svona stóran hring og kom aftur á kettinum og ætlaði að taka hann út þetta var svona þetta er út á stórri umferðargötu. Hvað fórstu aðra umferð yfir hann? Já, ég svona bakkaði nokkur sinnum yfir að fram nei, ég keyrði ekki á hann, það var búið að keyra á hann og kem aftur á þá er einhver kona komin og er svona að reyna að ná hann út og greiði kötturinn leit svo illa út sko og hérna það er alveg svona mynd sem svona greifist inn í hausinn á manni. Það er svona augað svona liggur út úr hausnum og hann allir svona í mél sko, það verið einhver bara bombað á hann og keyrt svo í burtu sko. Og hérna, ég stoppa bara út á miðri götu og fer út í bílnum og þú veist, og er að reyna að hjálpa þessari konu eitthvað að reyna að ýta kettinum út með einhverju priki og eitthvað, greiði. Og endaði að gefa henni hérna IKEA svona poka, fjölnóta poka til að setja hann í og þá getur hún haft samband við eigendur og skila kettinum en þetta var allt eitthvað bara svo þú veist myndið þú, ég veit ekki þetta var eitthvað svo, þetta var svona óþægileg stemning hana hjá okkur tveimur miðjanótt að reyna eins og við værum að fela lík sko saman einhvern veginn en hvorugt okkar bara ábyrgð á þessu sko
og Var þetta smá þrill? Var þetta smá þrill? Já, smá, og hún spurði mig líka, þú veist, ertu með oregano og salt og pipar og eitthvað, eins og hún ætlaði að borða hann, skilurðu, og ég held að það verið eitthvað svona misjafna grín og ég eitthvað svona já, og Hún spurði þig ekki alvöru? Jú, og það var alveg svona, það var alveg mjög skrítið, eða svona, og svo segi nei, og hún sagði, já, ég ætla að hringja, hvað á ég að gera? Og ég sagði, hringdu bara lögreglu, og hún sagði, já, ég ætla að bíða og hringja í fyrramáli. Og hún ætla að geyma köttinn, sko, í einhver tíma. Og ég bara svona... Nei, nú ertu bara að ljúga mér. Ég er nefnilega ekkert að ljúga, sko. Jú, þú ert að ljúga. Nei, en ég trúið henni samt alveg, hún hlaut að fara, hún hafði örugglega samband við henni. Nei, er að segja satt núna. Ég er að segja 100% satt. Spurðu hún hvort þú verið með krydd? Já. Og sagði þú ætla að geyma? Já, eftir að ég sagði, ég myndi bara hringja lögreglunni núna og eitthvað, og hún sagði, já, nei, ég ætla að bíða hana. Þannig að, þú veist, I don't know, veit það ekki, alveg skrítið, sko. Sagði hún oregano og salt og pipar? Hún sagði oregano og salt og pipar, já. Af því að þú veist, oregano er svolítið að trufla mig. Já, ég veit það. Ég veit, en þetta átt að vera eitthvað grín, og eitthvað, og ég bara... En salt og pipar er svona, já, þú ætlar að elda hann. Ég veit það. En oregano er svona, ég veit hvaða krydd á að setja. Já, og... Þetta er ekki mitt fyrsta skipti, sko, og nei, og svo sá ég hana bara labba í burtu með kött í IKEA-poka, skilurðu, sem er alveg svona, alveg skrítið, sko. En ég treysti hana, hún leit alveg út fyrir að vera ágætt, sko. Og en já. Ég meina, hvað meinarðu? Já. Svo fór ég bara heim og þetta var svona, bara myndin af kettinu var svolítið greift í hausinn á mér. Þetta er svolítið svona óþægilegt að koma að svona, ég myndi mér að, sko, að koma að líki og eitthvað svona getur verið rosalega svona mynd sem svona festist í hausnum á manni og læknar, ég bara skil ekki hvernig svona læknar eins og bráðamóttöku og eitthvað hvernig nenna þessu, eða þú veist, þú ert að taka á móti einhverju opnum beinbrotum og eitthvað bara alltaf, skilurðu, á hverjum degi. Það er bara örugglega svakalegt, sko, og fá svo ekkert borgað fyrir það. En þegar þú getur verið bara í Pandas. Já, nákvæmlega, þú getur bara verið eitthvað að skrifa ykkur á nokkra línur og fara svo að spila biljard og eitthvað, bara, þú veist, sumir eru göfur en aðrir, sko. En annað, ég fekk smá einhver svona eitlabólgur sem er alveg eðlilegur hlutur, að bara segðu mér meir. Kemur fyrir og og ég var ekki alveg viss af hverju þetta gerðist. Ekki taka hana póka. Ekki taka hana póka. Pabbi kom inn að trufla að taka póka. En nei, hvar var ég? Já, ég fekk einhverjum svona smá eitlabólgur. Já, og það er oft út af einhverju sýkingu og eitthvað, en það var ekkert sérstakt sem var að sýkjast hjá mér og ég fór til heimilislæknis og hann eitthvað, já, þetta er bara örugglega ekki neitt og sennilega ekkert, en... Stefán, please, er meira á baku þessu sögu. Já, það er meira. Og en hann vildi fá mig í ómskoðun, þú veist, á eittlunum og eitthvað svona í kring. Hvað? Ok. Hvað? Akkur er þetta? Og þú fórst í ómskoðun. Já, ég er að fara að segja þér frá ómskoðunni minni. Af því það þurfti að taka, þú veist, fara í að skoða eistun og eitthvað svona líka sem er gert í svona hættu að fucking ég er berskjalda mig fyrir framan alþjóð. En ég allan að fer í ómskoðunina og það tekur á móti mér svona sköllóttur hávaxinn svíi sem talar íslensku en með svona þykkum sænskum hreim. Okay. Og ég heyra smá demo. Ég var búinn að negla þetta niður, það er svolítið langt síðan þetta gerðist, þannig ég er búinn að glemma, en þetta var eitthvað svona, hvernig var þetta? Velkomin, velkomin. Það var ógeðslega fyndið hreim, eitthvað svona,
ég heiti Jörgen og ég er frá Svíþjóð og koma inn og sesta hérna hjá mér og við bara taka og skoða þetta og hérna ég sest og hann hérna byrjar að óma á mér allt klofið og byrjar á eitlunum og það lítur bara allt í lagi út og hérna þetta var eiginlega gengið yfir á þessum tíma, þetta voru nokkrum vikum eftir að ég fór til læknisins. En ertu nakin? Já, þannig að hann byrjar svona aðeins að tóka niður buksunar og skoðar eitlana og svo, nú taka við úr buksunar, alla buksunar og ég eitthvað, já, ok. Og ég hef, þú veist, ég hef alveg farið í svona svipað óþægilegar læknis, eða þú veist, mér finnst allt í lagi, ef þetta eru fagmenn, eitthvað þukla á eistanum mínum. Og en svo, núna ætla ég að omskoða allan pung og hérna, hann byrjar að lýsa bara öllu sem hann gerir, bara. Og nú að skoða pung og ég aðeins að snúa hérna og þetta bara mjög flotta punga fyrir mjög unga stráku og bara Nei, segir það? Já, og segir sko hérna og nú remba á fulla og slaka og rembast og slaka og bara mjög flotta punga fyrir unga stráku alveg eðli og hérna fyrir að hrósa pungnum mínum sem ég bara tek mjög til mín og bara ég er með mjög flotta pung. Ekki fyrsta skipti sem þú heyrir þetta. Nei, bara mjög flotta pung fyrir ungan strák og hérna, og hann bara lýsi og bara svona, svo ekki að sé hérna allt sem er ganga á pungnum hinum og bara lýsir öllu og sýnir mér allt á skjánu hvað er í gangi í pungnum mínum og hérna, og hvað er í gangi? Bara allt eðlilegt í rauninni, skilur við, svona hérna er þessi æð og hérna er, þú veist, hérna er þetta gerast og hérna fer þetta og það er bla 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 eitthvað svona og hann er alltaf með eitthvað svona, hann svona jukkar einhver svona gumsi líka alltaf reglulega yfir pungin á manni að því til þess að halda á, þú veist, það er eitthvað svona gél á milli ómtækisins og eitthvað svona og þetta, þú veist, þetta var svolítið skrítir upplifun bara að hafa svona beina lýsingu frá einhverjum sænskum Jörgen á meðan, skilur hann er að þukla á öllu svæðinu í kringum og hérna og svo hérna fer hann bara eitthvað svona chit-chatta þú veist, hvað ég er að gera í lífinu og eitthvað svona og hérna hann er ennþá að þukla. Já, bara, það eru alveg í góðan tíma að gera þetta og hérna svo klárum við bara og ég segi, já, takk, þetta var frábært. Klárið þið? Já, þú veist, mér fannst það. Já, við klárum og svo réttir hann með pappír til að þurrka gelið og eitthvað svona. Þannig að þetta var mjög áhugaverð lífsreynsla og hérna, ég er bara mjög glaður að hafa farið í gegnum hana með Jörgen, sko. Já, var eitthvað partur af þessu sem þið fannst svona, var smá næs? Já, hann, sko. Bara, hann var ógeðslega vinnulegur og, En gullið? Nei, það er bara algjör viðbjóður, sko. Eða, þú veist, þannig, það er ekkert eitthvað frábært, sko. Eða, þú veist, ég hata það ekkert. Ég ger þetta alveg heima stundum, ég hugga svolítið geli á klóðanum. Nei, en hérna, já, og það örugglega besta var bara, hann sagði þetta lítur allt mjög vel út, þú ert með bara, ef það væri til dæmis eistnakrabbamein, þá myndum við sjá það hér, þannig að ég veit að ég er ekki með eistnakrabbamein og hérna, bara mjög hughristandi, takk fyrir það, og bara mjög flottan pung fyrir ungan mann og hérna, skemmtilegt, sko, þannig að ef einhver vill fara í ómskoðun þá get ég bara mælt með honum Jörgen vinum mínum, sko, og hérna, það er algjör famaður. Ævilangur vinur. Já, það er ævilangur vinur, sko, við erum með þau í bandi, sko, og hérna, en hérna, svo er ég líka að leita mér að vinnu, úr einu í annað, og náttúrulega komið á fjölskrána mína, ég er með góðan pung fyrir ungan dreng, ef að atvinnurekendur eru að pæli því, en hérna, já, eftir þetta er LinkedIn mitt, komin á LinkedIn, strákurinn, tók prófælmyndir og hérna, fór í myndatöku út allan Garðabæ og hérna, það er alltaf smá vandræðalegt, þau eru fyrir framan einhverja umferðargötu að pósa og einhverja að taka myndaðir, og hérna, en, ég hitti í sundi, ég fer mjög reglulega í sund og sé strák sem hérna
sem ég hef séð nokkur sinnum í sundi og hef séð svona ég ætla ekki að segja að hann ráðist á fólk, en hann svona tekur fyrir fólk og spjallar það bara í drasl. Hann bara og bara endalaust tala. Við þekkjum svona spjallara í vinahópnum okkar og fleira, en þetta er alveg svona next level gaur. Og Er þetta eldri maður það? nei, hann er svipum aldrei við, aðeins eldri, nokkrum árum eldri en við. Í raun nú bara strákur sko. Og ég sit fyrir utan gufuna og nýbúinn í svona gufusessjoni og er aðeins að kæla mig niður, sit fyrir utan gufuna og sé að hann svona horfir á, svona lokkar augum við mig og ég horfi svona beint í burtu. Já. En þá er hann búinn að velja sér target fyrir daginn sko. Og ég er svona ok, hann er ekki kominn að mér, en þá fer aftur, tek round 2 í gufunni og eftir svona 1 mínútu sé ég hann labba svona hægt og rólega að gufunni og opna og koma inn. Nei. Og ég sit bara í gufunni og það eru svona nokkur laus sæti, en hann sest sko akkurat við hliðina á mér. Og ég er svona ok, hvað er að gerast hérna? Og svo bara, það er annað fólk í gufunni og í gufunni þá glymur alltaf og talar sko. Það er bara svona bergmálar sko. Og hann byrja bara, ert þú úr Garðabænum? Og ég eitthvað, já, varstu í Garðaskóla? Já, í hvaða menntaskóla fórstu svo? Já, ég fór í MR og bara svona reyna að svara stutt að því þú veist, allt annað fólk í kringum var alveg að hlera þetta vel sko og bara svona nennir ekkert endilega að hlusta á þetta og hann bara, já, og hvað, fórstu svo í háskóla? Og ég fór í háskóla og hvað varst að læra? Og hann bara svona yfirheyrði mig og ég var bara með svona stutt svör að því þú veist, mér finnst alltaf lægi að spjalla en ekki inn í gufunni þar sem allir bara svona, sem glymur fyrir framan alla sko. Og ég segi, já, ég var í hugbúnaðarverkfræði. Hvað segirðu? Ég var í hugbúnaðarverkfræði. Já, ég var einmitt að skrifa Python áðan og fer að segja mig frá því að hann hafi verið að leika sér í Python og og fer að þú veist, tala eitthvað sem var að skrifa. Segir að ég var að skrifa Python. Já, ég var að skrifa Python á hann og já, og fyrir að segja mig frá því öllu og bara á mig að bara glymur allt inn í gufunni eins og ég sé að taka þátt í einhverju svaka að því ég vil ekki trufla fólk í gufunni en það var bara, þú veist, fullt glumdi allt inn í gufunni og ég svona horfi kringum á fólk og það er svona horfir á mig og nennir þess ekki og ég eitthvað svona set upp svona hvað ég gera svip á móti og hann heldur bara áfram og svo fer hann að tengja við eitthvað fólk sem ég er að vinna með þekkti einhvern þar og svo endanum já, ertu á LinkedIn? Og ég eitthvað, já, ég er á LinkedIn. Já, ég addaður á LinkedIn. Þá er hann bara networka alltaf, skilurðu. Þá er bara, þá fer hann bara og addar, tekur fólk í spjall og svo addar ég á LinkedIn. Sniðugur. Já, þannig að þetta er svona next level, sko, networker. Dóti eitthvað sem hann var að gera, sko. Og þarna var ég targetið, sko, fyrir þennan dag. En ég var bara fegin, ég gæti nota nýja LinkedIn prófælum minn sko, mjög ánægði með hann. Og Ert þú síðan núna, ertu búin að networka núna? Já, nei, ég skoða bara þessi LinkedIn suggestor og adda connection ef ég þekki manneskina sko. Þannig að þú addar connection á LinkedIn? Já, þetta er ekki Facebook. Þú varst alltaf svo mikið tensið maður með Facebooki. Já. Ég adda aldrei, ég meira að segja hafna, ég hafna fólk. Ég leiði því svona að lifa í limboi þangað til eftir 7 ár þegar ég loksins samþykja einhvern og það fær notification að ég hafi verið að samþykja. Þannig að, já, ég gerir það sko. En viljum við, þú veist, höfum við eitthvað meira að segja? Eða bara dempa okkur í að gera eitthvað að viti hérna? Já, ég hef nóg meira að segja sko. Ok. Þú veist, bara nú þegar mónologið þinn er búinn, ég get fengið að tala eins og þetta. Það var frábært. Nei, með LinkedIn ég fer stundum á svona data science hittinga já, ánægði með þig og þar er LinkedIn svona, það er einmitt þetta eitthvað svona, já, býtu, ok, hver ert þú að vinna? Já, þú gerir þetta, já er þetta á LinkedIn eða? Og svo connectið á LinkedIn og mér finnst alltaf svo erfitt við LinkedIn þegar þetta er svona
þú ert smá að segja, þið spjallir saman og þið kynnist, bara svona sem fólk kynnist á bar, bara hérna önnur manneskja, við erum að spjalla saman og lærum hvort annað, svo þú segir, svo þið allir hvort öðrum á LinkedIn, þá er þetta svona, þú veist, þetta er svona statement, ég er að nota þig. Já, smá. Ég ætla bara að adda þér af því að ég hef smá gain í því að hérna, það er kannski möguleg í framtíðin að hafa þig, einmitt, sko. Það er smá þannig, sko, og hérna, þú veist, LinkedIn líka, þetta er svo fake miðill og einhvern veginn á annan hátt heldur en hinir samfélagsmiðlunni, sko, og maður sér það bara í eins og ef þú ert að fara að kommenta og jafnvel bara tala við fólk beint, þá suggestar LinkedIn alltaf einhverju svona tillögum að því til að segja, skilurðu? Þú þarft ekki eins og skrifa kommenti sjálfur. Já, einhver svona fá nýja vinnu og LinkedIn bara, hérna eru þrjár uppástungur að einhverju sem þú getur sagt. Og bara eitthvað, gaman að fylgjast með þér, til hamingju með þetta og hérna, eitthvað, flottur, eða eitthvað svona. Og þetta er bara svona, og svo sér maður þetta bara undir hjá öllum. Og þetta er bara svona extra level af fake einhvern veginn. Og ég hef verið að fylgjast með þessi vinnu minni, fólk er svo mikið á LinkedIn og það er alltaf allir að posta og þetta er alltaf sama kjaftæðið einhverju svona, þú veist, þetta er ömurleg einhvern veginn svona og það er allir að læka ykkur öðrum en það er allir bara að læka svo allir læki á sér líka einmitt. Þetta er bara self-promotion einmitt. Og en hins vegar er ég eiginlega komin á þann stað ég er að pæla hvort ég ekki bara líka taka það nei, það er... Ég pæli að líka verða bara... Já, ég skil það, sko. Bara svona eitthvað. Ég skil það bara mjög vel, sko. Og hérna... Og þetta er oft eitthvað... Og þetta þarf ekki að vera mikið, skilur. Þetta er oft bara eitthvað... Var að klára fyrsta ára mitt hjá þessu fyrirtæki. Ótrúlega góðir starfsandi og allir káttir og fínir. Eitthvað svona. Og svo eru 3 myndir. Eitthvað svona myndaserja. Var á fyrirlestri þetta hjá þessum 3 myndir sem þú tekur í símaðinn, eitthvað svona. Og þú veist, bara sína það sért virkur. Ég langar svolítið að taka eitthvað annað take. Ég langar svolítið að finna eitthvað nýtt take. Ok, já. Þú veist, það er svona smá hlutir sem ég myndi finnast fyndið að gera. Já. Ég verður eitthvað þurr á LinkedIn. Já, eða þú veist, ég hef líka pælt í, sko, er LinkedIn staður til að vera fyndin? Eða þú veist, ég veit það ekki. Að gera eitthvað með húmor, bara eitthvað með húmor, það staðurinn? Ok, pælum við þessu, Elon Musk mætti vera fyndin á LinkedIn og það myndi gangu. Já, sennilega, já. Af því hann hefur svo mikið, þú veist, hann hefur svo mikið status. Það er svo margir sem lítur upp til hann svo byrja virðingu fyrir honum og eitthvað svona. Já, einmitt. Hann geti tekið þetta ráð. Einmitt. En ég hérna veit af nokkrum atvikum þegar einhver strákur hefur addað sko einhverju stelpu og svona byrjar eins og þetta sé eitthvað Tinder-dót sko og það er bara massíft no-no, skilur við, þannig að og eðlilega er það massíft no-no en það eru bara greinilega svona ákveðnir hlutir sem bara LinkedIn er bara fyrir þetta, skilur við og það á ekkert heima beint social og það á ekkert heima neitt svona ekki vera skemmtilegur. Já, það er svolítið þannig sko sem er svona áhugavert sem gerir líka verkum að newsfeedið manns er bara eitthvað algjört drasl sko. Algjört drasl. En reyndar ég er alveg sammála því þetta með gæjan sko. Já. Ég bara LinkedIn er ekki stæður og bara nei, alls ekki. Já, bara hvað ert að pæla og hérna og svo er líka þú veist myndi ég einhvern tímann segjum að eins og þetta podcast væri með ég veit ekki 1000 hlustendur eða væri alveg svona smá established skilur væri LinkedIn staðurinn þar sem ég myndi posta nýjum þáttum til að láta alla vita að hérna að ég væri að koma nýtt dót eitthvað út hjá okkur skilur ég veit það nei ekki nema við værum eitthvað svona gagnapodcast sko Já. Skí væri alveg svona LinkedIn dæmi. Já, ég gæti gert það sko. En algjörlega. Það hérna... Já, við töluðum við ótrúlega áhugaverða manneski mikilvægi gagn einhverjum. Já. Dreftum mig við séðu posta svona. Shit, hvað það verið fyndið. Allavega. Já. Hvað segir? Ég fekk svolítið fyndið hérna skilabóð á LinkedIn í daginn. Já. Nei, það er ekkert fyndin. Ég tek þér allt tilbaka. Ok. Ég fekk hérna sem einhver bauð mér
110.000 evrur á ári og ég the lead data scientist okay. og það segir hérna My client is looking for a lead data scientist to help gain useful insights into data in the Netherlands. Ok, vá, þetta er bara ógeðslega veik eða svona óspecific. Já, og þetta er svolítið creepy. Þetta er sem sagt einhver frá Ísrael sem að leita að lead data scientista til að til að skoða, þú veist, to help gain useful insights into data in the Netherlands. Áhugavert. Þetta er eins og einhver svona hernaðar. Já, og já, til að geta fundið út hvað Holland er alveg að gera. Og Já. Áhugavert. Já, ég hef ekki ennþá fengið neinn skilaboð á LinkedIn frá einhverjum sem vill ráða mig, sko. Ég greinilega mjög undesirable, sko. Og er svona... Ég get alveg forvarnað á þig. Já, takk. Ég er tilbúin að finna út, greina Hollandsgögnin. En en ég er búin að vera að pæla, þú veist, að byrja að senda umsóknir og eitthvað svona. Það kemur alltaf svona cover letter, þess að þú þarfst að skrifa það. Og ég bara nenni. Já, hún nenni. Ég bara nenni, skilur. Eitthvað, get alveg fyllt út ferilskrána mína og eitthvað svona. Svo er eitthvað bara svona mig þar, kannski. En bara að skrifa cover letter, bara, þú veist, það er svo mikið pain. Og þú veist, ég átti mig á því, þetta er sennilega til að filtera út bara shotgun aðferðina sem fólk tekur, sko. Þannig að það er svona aðeins að fá meiri gæði í umsóknina. Og þú veist, ég endaði að gera þetta, en ég bara nenni ekki alveg strax. En ertu að sækja þú veist, ertu að leita á LinkedIn að vinna með það? Nei, ekki aktíft, en ég hef séð eins og CCP var að auglýsa á LinkedIn sem einhvern veginn poppaði bara upp á mér. Og ég byrjaði svona að followa þann link og búin að fylla alls konar út og svo kom cover letterið og ég bara beil, eitthvað svona og beilaði það. En líka annað er að það stendur eiginlega allstaðar 5 years experience, eitthvað svona bla. Sem svona, hef ég það, ég veit ekki hvað flokkur stendur það, þú veist, ég er búin að vera sumarnemi í rannsóknum í 5 ár, en það er sennilega ekki það sem er að, þú veist, það sem það þýðir. Og ef ég er ekki með 5 ár, þeir myndi samt alveg skoða umsóknina mína, eða þú veist, býst ég við. Já, þeir skoða hana. Já, sjá hvað ég er myndalegur á nýju myndinni sem ég var að taka hérna fyrir utan umferðargötunni í Garðabænum að veifa allir bílunum. Og svo fyrir hún beint í ruslið. Beint, já, eða á ísskápinn. Beint á ísskápinn. Flott hjá þér. Nei, er þetta leiðilegt tal, eða? Ef að fara að gera eitthvað annað, eða? Vill einhver hlusta á LinkedIn? Nei, ég á alveg eftir að segja 2 hluti, sko. Já, ok. Það er bara þannig? Já. Það er bara, loksins kemur þú með fulla tunnu hérna einhverju dóti? Já. Ok. Fyrsti hluturinn er að ég var að skrifa undir nýja samning. Já, einmitt. Ég er orðinn permanent starfsmaður núna. Já, til hamingju með það. Og mögulega nýr titill, Data Engineer, eða eitthvað svoleiðis. Nei. Nei. Ég er Data Science Engineer. Data Science Engineer, en sko, ef að þið hlustendur haldið að þetta sé sami hlutur á Data Engineer, bara get the fuck out, sko. Það er bara, þetta er mikið nísmál hérna hjá okkur data scientistunum að hafa þetta hreinu og Þetta er mikið munur, sko. Einmitt. Ég gerir nefnilega ég er gervigreind líka. Þú ert nefnilega líka gervigreind, sko. Einmitt. Ég spurði hvort ég mætti vera Data Machine Learning Science Engineer. Hversu mörg orð get ég sett hana? Já. Að því að mér finnst svolítið svona í fæin okkar er þetta svolítið komið í vitleysu. Einmitt. Já, nei, algjörlega, sko. Já. Þú veist, þú getur verið data engineer, data scientist, þú getur verið data analyst, þú getur verið machine learning engineer, machine learning scientist, þú getur verið data storyteller. Þetta er orðið eitthvað vitleysa. Þetta er bara vitleysa, sko. Og CTO-n minn, hann var eitthvað, þetta eru bara titlar, þú veist.
skiptir ykkur máli. Já. Þannig að ég spurði hvort ég mætti velja þetta sem titil. Já. Þú veist, mér myndi finnast bara ógeðslega fyndið að vera með á LinkedIn. Já. Data Machine Learning Science Engineer. Það er... Bara eitthvað svona algjör valkvíð. Það er, já, ég veit ekki, ok, ég veit þú ég held að fara aðra leið en þetta, en þetta er smá stúpid að lesa þetta á LinkedIn einhvers staðar hjá okkur, sko. Það er bara, þetta var á mikið. Já, þetta var á mikið fyrir fólkið. Já, einmitt. Þannig að Data Science Engineer. Já, hjá Google þá máttu velja þér einn titil. Já, ok. Þú máttu vera bara God. Vá, bara eins og á já.is. Draugatæmjari á já.is, eitthvað svona. Já, okay, það er ógeðslega fyndið. Já, það er eða vinur okkar sem skráði sig sem verkfræðing. Já, að nýútskrifaðir með sömu gráðu við og var ekki lengi að skrá sig sem verkfræðing á já.is. Atvinnulaus. Já, atvinnulaus en samt verkfræðingur. Algjörlega. Og... Nei. Segð mér meira. Ok, síðast ég ætlaði að tala um. Nei, bara aðeins nýja vinnuna þína. Þú veist, er eitthvað fríðindi, skilur, færðu aðstofamann eða konu eða mannsku, þú veist, ég er nefnilega, færðu að koma með pítsu í vinnuna, skilur, máttu það? Nei, reyndar ekki, sko. Færðu dótadag? Ég fæ smá ábyrgð, sko. Ok. Ég fæ alveg sletta aukna ábyrgð, sko. Ok. Og við erum teimið að stækka og ég er svona assistant to the manager. Wow, rólegur Dwight. Það er mjög skemmtilegt. En ertu ekki trættu við aukna ábyrgð, eða? Ég er búinn að koma svo þægilega fyrir í mjög ábyrgðarlausu starfi, sko. Já, nei, ábyrgð is my fuel, sko. Já, nákvæmlega. Þetta er sett á LinkedIn, beint á LinkedIn. Bio. Nei, ég, af því að ég er líka Scrum Master núna. Nei, haltu kjafti. Og Við að Scrum Master þú veist, hjá stóru tæknifyrirtækinu. Já. Ef þú setur Scrum Master í CV-ið þitt. Já. Slefar yfir þér. Það er instant bara reject. Reject? Ok. Einmitt. Þetta er svona kannski eins og að setja Dungeon Master á CV-ið sitt, sko. Þetta er jafnvel verra. Einmitt. Ok, og þú stjórnar þá fundunum með stórt svona spjald fyrir, svona vegg fyrir tölvuninni og kasta teningum upp á stött hjá öllum og eitthvað. Byrjum með þetta Scrum. Já. Einmitt. Ok, hei, bara vel gert, Scrum Master. Og viltu vera Scrum Master podcastsins? Official Scrum Master podcastsins? Já, má það? Já. Má ég vera Data Machine Learning Science Engineer podcastins? Já, þú mátt vera yfir Data Science Engineer podcastins. Þú mátt það. Og góð titill, til að mikið með hann. Já, takk fyrir það. En núna hinu sem ég ætla að tala um. Já, gott. Ég blöskraði í vikunni. Gott. Ég las fyrirsögn á Vísi. Já. Og það stóð, jólin eru komin í Costco. Já, einmitt. Hvað er að frétta? Nei, sko, þú veist, ætlum við að setja mörk einhvers staðar. Nei, ég meina, þetta kemur, þetta er alveg svona, þetta er alveg smá steinn sem þú ert að kasta úr glerhúsinu, skilurðu. Þetta er alveg svona smá, kemur úr hörðustu átt. En ég skil satt hvað þú meinar. Ég skreytti í nóvember. Já, að þú skreyttir í nóvember, já. Já, það er bara það. Já, þetta er náttúrulega yfirgeng, þetta er ekki í lagi. Þetta er bara stoppum stórfyrirtækin, er nýja slagorðið okkar hérna. Og hvað er að frétta? Ég fór í Costco daginn og í fyrsta lagi, það er ekkert jól í Costco. Ég fór og ég var í mínu fínasta pússi og ætlaði bara að borða hangikjöt og eitthvað. Það var bara ekkert jól í Costco. Þetta er bara lygi. En já, fyrir má nú vera, sko. Og þú veist, IKEA og Costco, það er náttúrulega bara að njúka þetta kauptún hana í Garðabænum, sko. Já, það þarf að kveiki í sér geit. Það er alveg klart mál að þetta árið þá verður að kveiki í geitinni. Já, ég væri svolítið til í að sjá alvöru samt slag þannig á milli IKEA og Costco. Þetta er svona stór fyrirtæki, tvö.
fá bara starfsmennina til svona að læna sér upp svona fyrir utan og bara alvöru tjar, eða gera það að jólahefð að starfsmenn Costco reyna að kveikja í geitinni og starfsmenn IKEA reyna að stoppa það. Þetta væri svolítið gaman. Svona árlega hefð. Þetta er svona eins og gangaslagurinn var í MR. Og allir svona olíubornir starfsmenn Costco á nærbuksunum að reyna að sleppa í gegn og kveikja í geitinni. Þetta er svona eins og Úrugæin í Two Towers, Lord of the Rings að hlaupa og reyna að kveikja í sprengjunni. Hugsum þetta. Söltum þetta aðeins. Ok, sorry, söltum þetta aðeins. Þetta er léleg hugmynd og þetta er bara af því við erum búin að vera í svo langri pásu að ég ennþá að reyna að koma mér á réttan stað, sko. Það er líða ofla. Já. En ég aðeins búin að pæla hvort við ættum að taka fyrir svona fréttir vikunar. Þetta og fara yfir það alltaf í þettunum. Af því ég held að margir geti haft gaman að því, sko. Að fá svona topical skoðanir. Þá bara svona Fox News skoðanir á fréttinar, sko. Já, dokumentera aðeins. Dokumentera aðeins hvað er í gangi í heiminum og þú veist, hvað er í gangi með Trump? Akkur var hann að halda öllum sem skjölum, skilurðu? Og við getum sagt eitthvað svona, hann er náttúrulega bara bilaður, sko, og hvað ef að, þú veist, en reyndar eitt með það. Ég held að svolítið mikið af öðrum fyrrverandi forsetum Bandaríkjanna sé að svitna núna, bara ég er með skjal hjá mér sem átti ekki að vera og veistu hvað ég er að tala? Þú lítir svolítið út þess að þú veitir ekkert hvað ég er að tala. Já, þú ert að tala eitthvað, það er eitthvað fullt af, það er eitthvað Trump. Já. Það er fullt af skjölum bara, hann er að fela. Já, svona top secret. Já. Sem að, Já. Nei. Reyndar eitt. Það er allir að svitna. Já, ok. Reyndar eitt annað sem ég er að pæla og það er ekki tengt fréttum vikunar. En ég er nokkuð sem að þú getur hjálpað með. Þú ert svona hagfræðingur. Nú er sko kvótakerfið á Íslandi. Og sem þýðir að fiskveiðarnar eru í höndunum á fullt af einhverjum gaurum. Bara feitum köllum út í bæ. Eitthvað svona. Og peningur fer þangað. Og kannski borga eitthvað smá en mestu peningur fer þangað. En eins og í Noregi, þá er, þú veist, olían þeirra öll í þjóðareign, skilur, og þau bara beint í ríkiskassan. Þú veist, hvaða áhrif myndi það hafa og hvað væri það gott eða slæmt ef að þú veist, allur fiskveiðikvótinn væri í eigu ríkisins? Skilur, og af hverju var því breytt? Eitthvað frjálsmarkaðar, eitthvað bla. En þú veist, myndum við myndum við fá meira í ríkiskassan ef það væri þannig? Já, algjörlega. Og af hverju er það ekki þannig, skilur? Þetta er náttúrulega ríkis... Já, við bara skiptum með bara... En þú veist þá... Gáum bara eiga bát, bara kvóta. Já, en ég meina þá getum við kannski borgað meira til spítalana og í menntakerfið og eitthvað svona. Þetta er bara smá svona leðilegt, sko. Þú veist, það er líka búið að vera að lækka veiðigjöld og eitthvað svona, sem er svona... Já, einmitt. Klípa ríkisins inn í þetta kvótakerfi. Já, reyndar, einmitt. Góð punktur. En ég var bara að pæla að því þetta er svona í Noregi, sko. Að það er í þjóðareigu, sko. Bara segja það, bara er hann í Noregi. Það er bara er hann í Noregi. Ógstu til að sjá þetta taka þetta upp á Alþingi og bara... Halló. Í Noregi, sko. Ég var bara að skoða að stráka mér að er í Noregi. Þá er allt í ríkiseigu. Já, ég veit ekki. Allavega, við ætlum að tala um játningar í dag. Að játa. Og þetta er svakalega mikið af þessu netinu sem ég er búin að vera að hella mér yfir. Og það er eitthvað svona præmal við það að játa, þú veist, syndir. Eða eitthvað sem þú hefur gert. Þú veist, þú færð eitthvað svona relief við að gera það. Og þú veist, eins og kaþólska kirkjan bara nýtir þetta rosa mikið. Að fá alla til að játa syndir og þá líður allir miklu betur eins og þessi hafi verið að tala ykkur við. En ég meina þetta er bara mannlegt, skilurðu, að sleppa tökunum á einhverju sem það er búin að vera að hugsa með þráhyggju og enginn veit. Svona get free out of jail card. Smá þannig og þú veist, tæknilega sé þá hafa, sem er náttúrulega magna, prestar í kaþólsku kirkjunni, sko, þau hafa einhvern guðlegan hæfileika til að fyrirgefa syndir þínar. Sem er bara eitthvað svona
að prestarnir séu með þann bara þá náðargjöf. Þetta svona eins og afskriftar þegar þú gast keyptir bara afskriftir syndir þínar hjá kaþólsku kirkjunni bara með því að borga pening, bara eitthvað bara brenglað, en þá getur einhvern veginn friðþægt samviskuna þína. En þetta líka bara sama gert í vísindakirkjunni, þar sem þú ert auditaður og bara átt að viðurkenna allt slæmt sem þú hefur gert og þegar þú gerir það þá hreinsast sáliðin og eitthvað svona. Þetta bara nákvæmlega sama og þetta bara svona þetta bara snilldar move hjá báðum þessum trúarbröðum sko, að til að fá fólk til að taka þátt og vera með, og þetta bara sama og gerir þegar þú fer til sálfræðing, skilur, bara talar eitthvað og þú veist, líður okkur bara betur. Trúir þú því að til dæmis Tom Cruise, að þetta sé svona sem haldi honum í vísindakirkjunni? Já. Ég held að hann sé í fyrsta lagi bara of langt leiddur, eða þú veist, hann er búinn að committa of mikið einhvern veginn. En ég held líka bara eiginlega að hann sé búinn að viðurkenna eitthvað fullt af drasli og þau hafa bara rosa mikið á hann sko. Ég hugsa það sko. Og Þannig að hann vilji ekki vera þetta? Já, Þú veist, hann á að vera á eitthvað næst hæsta levelinu eða eitthvað. Þetta svo steikt í vísindakirkjunni. Og þú veist, hann hlýtur að átta sig á því, þetta bara bull, skilurðu, en Er það, af hverju? Bara þegar Tom Cruise og þú séð í Mission Impossible, þá heldur þú bara hann veit sér eitthvað svona, hann sé elluður? Nei, ég held bara hvaða manneskja sem myndi fatta á einhverju tímapunkti að þetta bara bull. Og já, þú veist, þú ert þegar þú ferð inn í svona köld þegar þú ert þegar líður illa og þú ert á mjög lágum stað hjá þér og langflestir, þú veist, komast upp úr því og þá annarkvort eru þau bara overoutgrowin eða ná að koma sér út úr þessu einhvern veginn og þú veist, þegar þú ert komin á þetta næst hæsta level eða hvað það sem Tom Cruise skilur, þá bara ég get ekki flogið, þú veist, ég ekki að fá þessu ofurkrafta sem við búið að lofa mér, skilur og það ekkert mikið meira sem ofar en þetta en þú veist, ég get alveg trúið líka að þau eru að gera eitthvað fyrir hann sko, þú veist, kannski fær hann eitthvað í staðinn hjá þeim, skilur fær að nota eitthvað fólk eða þau hafa hjálpað ferlinum hans, þú veist, það geti líka verið, hann byrjaði í þessu 90 eitthvað og þau geti hafa hjálpað hann að fá einhver hlutverk og hann svolítið skuldbundinn eða eitthvað. Já, þetta byrjaði í þessu svona snemma. Byrjaði þessu mjög snemma sko. Hann búinn að vera posterboy hjá þeim mjög lengi sko. Þú veist, þannig að þetta bara eitthvað svona, þú veist, hann hefur bara átt Top Gun og eitthvað. Já. Hann var ekki að byrja Mission Impossible hana. Nei, ég held ekki sko. Nei. Þannig að þetta er brenglað sko og þessar játningar eru náttúrulega bara snillt hjá þeim sko og hjá bara að ná að góma fólk sko og en þá spyr ég þig sko, hefur þú eitthvað sem þú vilt játa? Viltu játa eitthvað fyrir framan alþjóð? Sko ég reyndi að hugsa það, ég bara í alvörunni held ég hafa ekkert að játa. Ok. Þú veist, ég alltaf maður lýgur oft, svona hvítur lýg, skilur. Einmitt. Kannski ef ég nenni ekki einhverju þá lýg ég stundum, þá segi ég stundum, æ nei, ég reyndar var búinn að lofa þessu. Já, sko, svona algengasta lýgin örugglega í dag að fá skilaboð og opna þig ekki, að þú nennir ekki að svara með að nennir ekki að gera eitthvað. Já. Og ég þekki, þú veist, maður gerir þetta náttúrulega sjálfur eitthvað en oft reynir maður bara að svara en svo þekkir maður fólk sem og maður veit alveg að meira í þessu en annað fólk sko. Það bara þegar það eitthvað jákvætt eða ekki endilega jákvætt, bara eitthvað svona sem að manneskjan hefur í alvörinu áhuga á, þá er bara komið svar strax og svo þegar þegar það er eitthvað sem hún þarf ekki að svara þá býður aðeins svarið sko. Sérstaklega ef maður þekkir fólk sem maður veit að sko síminn gjörsamlega á fastur. Já. Og við vitum alveg hvern við erum að tala
svona að einhverju leyti en hérna en það eru sumir sem eru svona meiri í scenari og þetta svona kannski ein lygi sem maður svona lætur viðgangast. Ég er með játningu fyrir þig og segðu mér hvað þið finnst þetta. Ég þvæ aldrei á mér fætuna. Þegar ég fyrir sturtu, þú veist, þá sápa ég á mér hárið og skeggið og andlitið og undir handagreikunum og allt svona sem hendurinn mín að ná, þú veist, rass og hérna hreinsa tippaling og eitthvað svona. En hérna, ég þvæ aldrei á mér fætuna. Ég nutt aldrei sápu og leggina mína eða tásunar, sko. Nei, mér finnst sko að því ég ger þetta ekki heldur. Okay. Sko, ég ger þetta við svona, ég ger þetta alveg við lappirnar mínar. Okay. Svona eins og ég get beygt mig. Já. En ég næ ekki tennurnar mínar, þú veist, nema ég sé svona astnalega einhvern veginn að beygja mig. Já, einmitt. Þannig að ég, og get náttúrulega lyft upp löppunum, ég átta mig á því, en ég segi sjálfum mér að einhvern veginn það gulli svona sápa á milli tánna minna í botninum á sturtum. Já, ég geri það líka. Þau fáið bara ykkar sápuvatn sem legur niður líkamann, sko. Og bara þið getur verið bara sátt við það. Ógeðslega fætur. Og stundum gulla ég aðeins, þú veist, líka. Já. Stending fyrir kjör, kannski gullaði. Færðir sápu í hendinu og svona hendir á fæturna þeirna. Hendir á tásunar. Já, nei, ég hef aldrei gert það. Kannski gert þetta einu sinni á ævinni en annars bara þá þvæ ég ekki fætunum mína. Ég veit ekki hvort það er skrítið, sko. En þeir fá bara svona second hand wash, sko, bara með sem legur niður líkamann minn. Og ég bara hef lifað ágætu lífi. Annað sem ég get viðurkennt og hérna bara mjög að ég þurfti að finna eitthvað, skilur. Ég hef aldrei séð mikið af frægustu bíómyndum heimsins eins og Citizen Kane, skilur. Það er bara mikið eitthvað svona. Vá. Ef að þú ekki séð einhverja mynd, það hef ég ekki séð það. Já, einmitt. En svona, hérna, já, þetta svona bíómyndir sem maður á að vera búinn að sjá og ég ekki búinn að, en hérna. Ég held að ég hef ekki séð Godfather. Nei, einmitt, ég hef séð hana einhvern tímann, held ég. En ég man ekkert eftir henni, þannig að basically hef ekki séð hana heldur. Þannig að það er líka mín játning til mannkyns, sko. Eitthvað meira, ég eyði ekki nógu miklu tími að reyna að finna eitthvað, sko. Alveg glataður í podcastinu. Það er játning. Nei, alltaf, þetta er bara svona. Og hérna, þetta er náttúrulega ekki aðlítaki, þetta er bara svona brú inn í, sko, að því við ætlum, sko, ég ætla að lesa fyrir þig sögur sem fólk hefur játað á netinu, sko. Og hérna, við ætlum svona aðeins að greina það og fara yfir það. Og kannski kviknar eitthvað svona minning hjá okkur sem við getum þá játað út frá. En ég er búinn að... Ég get þetta að því hún nefni játningu. Já. Ég get játað það að ég hef logið að þér að vera búinn að undirbúa eitthvað sem þú baðst með undirbúa þetta. Oftar en einu sinni. Já, nei, það er alltaf. Ég er bara... En fær samt alltaf mestu hrósin, sko. Það er bara þannig, sko. En ég er algjörlega skriftaður, það er ekkert að baka við þetta. Já, sem bara fínt, skilur við. Og hérna, já, ég bara fyrirgef þér þína syndir, þú gerir 3 Hail Marys og fer 5 sinnum með faðirvorið og þá er þið fyrirgefið. Ég veit það. En ég er búinn að vera sko að liggja yfir svona confessionum núna í nokkra daga á netinu og ég verð bara að segja að þetta er smá mannskemmandi, sko, að lesa þetta. Ekki endilega alltaf út að þetta er svo juicy og eitthvað svona mikið nice, eitthvað drama. Margt af þessu er bara fólk að tala hvað líður illa og bara hvað það er þunglynt og hvað það er að hugsa að drepa sig og hérna og rosa mikið um framhjáhald og hvað það er í sambandi með manneski sem það elskar en það er samt með einhver að byrja að fá einhver svona hérna
fetish eða eitthvað svona drasl og veit ekki hvernig á að snúa sér og bara eitthvað svona, sumt bara líka bara boring en samt alveg svona serious, eitthvað svona, þú veist, ég gaf dóttir mína upp þegar hún var lítil en ég fylgist alltaf með henn úr fjarlægð og eitthvað svona, eitthvað bla bla bla, eitthvað svona, en sumt smá juicy og smá gaman að lesa. Og ef við byrjum bara á einni góðri, byrjum bara á einni og ég ætla bara að lesa fyrir þig og þú grípur bara inn í ef kemur eitthvað. Ok. Þetta byrjar sem svona. Ég vildi aldrei börn en ég var aldrei eitthvað beint harkalega á móti því. Svo gifti ég mig og kona mín vissi allan tíman að ég vildi ekki börn. Hún vissi hvernig mér leið. Þegar við trúloðum okkur, þá var svarið mitt maybe, en alls ekki meira en bara kannski, þú veist. Kannski vil ég einhvern tíman, en alls ekkert meira og kona mín vissi þetta. Þegar vinir mínir fóru að eignast börn, þá fór ég að hallast meira og meira að því að mér langaði ekki börn. Ég sá að sumir voru með góð börn, sumir foreldrar, en sumir foreldrar voru bara með slæm börn og jafnvel auðveldustu krakkar litu út fyrir að vera of mikil vinna fyrir mig. Svo deyr systir konuna minnar og allt í einu þá verður fjölskyldan mikilvægasti parturinn í lífi hennar og ég skil það alveg mjög vel. Já, á þessum tímapunkti var svar mitt við því að eignast börn ennþá nei og kona mín var alltaf að reyna að koma því að aftur og aftur og aftur og það fór svolítið í mig. Á endanum þá náðum samt að samfæra mig. Samningurinn var, og með eitthvað svona samningurinn var að foreldrar hennar myndu selja búgarðinn sinn og koma og búa í götun okkar. Þau náðu að samfæra mig, ég var samfærður. Ég var samt mjög heimskur. Mér var sagt að hafa ekki áhyggjur á neinu sem svona alvöru skildum sem kom með því að eignast krakka og ég myndi definitely ekki missa líf mitt eins og núna. Af því amma og afi... Hvaða flóða þetta? Það svo mikið einhverju fluffi. Býttu. Aðeins, bara stöldrum að þessu. Þetta er karlmaður. Þetta er karlmaður sem á konu og hann vildi aldrei börn en konan hans náði að samfæra hann og hann á samfæran að eignast börn af því amman og afinn ætlaði að koma að hjálpa rosa mikið en hann... Þau ætlaði að koma að búa og þau ætlaði að koma að búa í götunni hjá þeim. Já. Og það er bara lofa honum því að það verði einhverjar óþarfa skildur og lífið hans ekki breytist neitt og foreldrarnir þeir eru ennþá ungir, þeir eru bara 50 eitthvað ára og þau voru ennþá nógu ung til að sjá á barnið fyrir þau basically og hann var með eitthvað svona mynd í hausnum á sér að hann hafði séð fullt af Disney myndum og eitthvað svona Kodak momentum sem bara svona af hamingjusömum fjölskyldum og að hann þyrfti bara að koma heim eftir vinnu og segja hæ við krakkana og eitthvað svona og hann sagði bara þetta var það sem fjölskylda mín sannfærði mig skilur. Þau sögðu mér að þetta er svona. Er þetta mamma og pappi hennar eða hans? Hennar sko. Þeir eru foreldrar hennar og hann vildi bara vera svona 1950s pappi. Hann segir það sko. Og það sem mamman gerir allt svona hallar meira á mömmuna það kemur að uppeldinu og heimilinu en hann gæti bara verið í vinnunni og hann bara ef þetta á að vera þannig þá bara allt góðu mín vegna. Og svo segir hann, núna, 11 árum síðar, þá er krakkinn minn með ODD, sem er eitthvað svona, það er ekki athyglisbrestur, en það er það sem þú ert með oppositional defiant disorder. Það er basically bara, það sem, eins og hann segir að krakkinn er bara asshole
og defiant. Þetta svona mótþróa. Þetta mótþróa röskun, einhver svona þannig. Já. Þannig að krakkin bara þrífst í því að vera á móti og vera erfiður. Eins og hann lýsir. Krakkin sem pottit ekki með þetta. Já, sko. Hann búinn að vera bara online doktor. Nei, já. Hann segir að hann hafi farið í greiningu, sko. Það ekkert annað að þeim. Okay. Og hann segir að þessi greining þýðir bókstaflega að þau eru bara vindictive og cruel, sem bara, þau eru bara ill. Og leitar úti ágreining, leitar eftir því að búa til ágreining. Og þau eru ekki eitthvað svona erfitt með samskipti og þau eru ekki eitthvað sensitive við stimuli. Þau eru bara svona, út af því að þau eru svona. Þetta er eins og hann lýsir þessu, þetta er ekki, ég þekki ekki þetta og þetta er ekki mín skoðun. Stefán, þetta er ekki mín skoðun hjá Stefáni. Disclaimer. Og svo segir hann, og getið hvað, amma og afi, þau segja að krakkin er bara of mikið og þau hafa ekki hjálpað nema kannski 1 dag í mánuði í síðustu 7 árin. Og svo segir hann, og er ég á Reddit í fartölunum minni og í einhverju parkinglotti eftir myrkur. Ég kom heim í dag eftir vinnu og sonur minn, eftir að sonur minn fór að skyrpa á hurðarhúna hjá nágrannanum af því, og hann sagði ég ætla að reyna að gera þau veik og af því þau fengu pakka frá Amazon deliver til þeirra og létu þau ekki fá hann fyrir kvöldið en ekki strax. Að hann þurfti að bíða þannig til kvöldið. Þess vegna var hann að hrækja á hurðarhúnna hjá nágrannanum. Það er ógeðslega fyndið samt, af öllu sem þú gerir. Bara, hugmyndaríkur og hann segir sko, í staðinn fyrir að ég hafi verið að segja hann að hann eigi ekki að gera þetta og bara svona aðeins tala hann til, þá fór sonur minn upp á háaloft og pissaði yfir box eða kassa af svona minningum sem ég átti eftir foreldra mína sem dóu bæðið þegar ég var 20 ára. Það svona, sonur er bara, bara gera þetta, Okay. Bara einu minningarna sem hann átti eftir að foreldra sínum fór krakkinu upp og pissaði á. Ég fór út úr húsinu og sit núna í bílnum mínum. Ég veit ekki hvort ég farið tilbaka. Og svo segir hann bara, ég er ekki að leita eftir ráðum, þetta er ekki, hann er ekki að leita eftir að Reddit gefa honum einhver ráð og hann segir að þetta sé ekki eitthvað svona lack of discipline eða að þau séu vondi foreldrar. Þau eru búin að lesa allar bækur sem þau geta og hann er bara, vinnur og vinnur eins og svín fyrir þau til þess að geta borga fyrir therapy, bara sálfræði meðferð, fengið hegðunar sérfræðing, fengið eitthvað svona, alls konar meðferðir til að hjálpa honum en það bara skiptir engu máli. Og svo segir hann, bara í enda dagsins þá er þetta mér að kenna, ég er bara heigull, spineless, ég vissi að mér langaði ekki krakka, þau sannfærðu mig með einhverju svona að þú getur verið bara pappin sem, bara ógeðslega skrítur sálfræðing, bara að þú getur verið þessi pappin sem bara honey I'm home og kissi krakkana einu og fer svo að horfa á leikinn eitthvað. I was convinced, ég var sannfærður og og ég hefði bara átt að standa á mínu og er ég 45 ára að gráta í bílnum mínum. En þú veist, heldur annarkvort foreldrar þinna hafi einhvern tímann hugsað á lífsleiðinni þinni bara af hverju eignaðist ég þetta bara? Nei, ég held ekki sko, foreldrar mínir eru, ég veit ekki, eru mjög stolt af bæði mér og bróður mínum held ég og eru mjög ánægð með okkur. Segja það við mig kannski. En þú veist, hældi ég að vera bara út með 11 ára strák, þú ert bara að vera pabbi þessa barns í 11 ár, þú ert að horfa á þetta og ert bara mér langaði aldrei að eignast barn. Þetta var ekki samningur sem var búið að lofa mér. Nei. 11 ára, skilur ég. Já, og bara ég þarf að gera miklu meira heldur en mér var lofað. Þú veist, ég veit það ekki, sko, þú veist, hann segir líka að fyrir alla kallmenn sem eru
í sömu aðstæðum bara verið 1000% vissum að þið viljið krakka áður en eignist á. Er hann, hvað langt hérna þessi póstur var gerður? Þetta var fyrir 2 árum. Þannig að þetta var... Þannig að pinga hann í update? Já, senda okkur hvernig það fór. Fórstu heim? Nei, en þú veist, maður getur lent á því að eignast bara mjög erfið býst ég við, skilur við. Sama hversu gott uppeldið að fær, þá bara, eru sum bara erfið. Þannig að, þú veist, gæinn fer inn í þetta með kannski mikla ranghugmyndir, en þú veist, samt, það er alveg erfið, þú eru glæð að díla við þetta líka, ef maður svona horfur á báðar hliðar. Já, þetta er einsaga, það sem einhver að játa. Þú lítur þessi gæi að vera alltaf mikið fórnalamb. Já, það gæti verið, sko. Þú getur að vera alltaf ógeðslega mikið fórnalamb. Það gæti alveg verið að þú reynir það, sko, að spila það svolítið sem fórnalambið. En þú veist, já, kannski er þetta líka lágpuntur hjá honum, skilur við. Og hann er bara Hann tók það beint inn á Reddit. Já, ég meina, af hverju ekki, bara fá smá sympatí. Ég gera þetta alltaf þegar ég lenti í einhverju, bara beint á Reddit að segja frá því. Nei. Hefurðu postað á Já, það var hagkaupsmím síða sem ég fann með svona hagkaupsmímum og ég bjó til nokkur hagkaupsmím og postaði þeim, fannst það viðbjóðslega fyndið. Það er enda fyndið. Ég er nokkuð sem ég sé líka með topp-lækuðu hagkaupsmímin á þessu síðu. Þannig að... Ertu að meina? Já, allavega ég postaði nokkrum og þau eru öll held ég á topp 5 eða eitthvað. Eða allavega nokkur. Geturðu sett á Instagram á okkar? Ég skal reyna að setja á Instagram á okkar hagkaupsmímin sem ég postaði. Allavega, ég er með aðra og þetta er, ég veit ekki, þessi saga, ég hef séð þessa áður og las þetta fyrir einhverjum nokkrum mánuðum, hálfu ári eða eitthvað og fannst þetta mjög falleg saga og spurning hvað við fyrir langt í hana af því upprunalegi pósturinn er frekar stuttur en svo eru nokkur svona update sem eru aðeins lengri og við kannski förum aðeins inn í þau og já, það er bara, þessi var svolítið skemmt, svona, já, gott í hjarta. Titillinn á henni er sem sagt, ég hitti hvað segir maður á íslensku, birth mom, líffræðilegu móður mína, já, ég hitti líffræðilegu móður mína reglulega en hún veit ekki hver ég er. Og svo byrjar hann sko. Hún átti mig þegar hún var 14 ára. Í dag er ég 24 ára og bara er full meðvitaður að ég var ættleiddur. Foreldrar mínir, semst þau sem ættleiddu mig, hann kallar þau foreldrar sína sem er það sem er held ég eðlilegt, sögðu mér frá henni þegar ég var að alast upp. Ég er ennþá með bréf sem hún skrifaði til mín og spurði foreldra mína hvort þau gæti gefið mér ef þau vildu, semst það var í þeirra höndum að gera það. Það er smá crazy að lesa stundum og vita að hún var bókstaflega barn þegar hún skrifaði það og segir hvað henni fannst leiðilegt að hún gæti ekki verið mamma mín, eins og hún segir that she couldn't be my mommy, sem hljómar mjög svona eins og barn var að skrifa, en hún vonaði að ég sé hamingjusamur. Hún var til í að vera í sambandi við mig, en þegar pabbi minn flutti vegna vinnuna sinnar þegar ég var 11 ára, þá leit út fyrir að vera ómögulegt að finna hana. En þrátt fyrir allt þá fann ég hana. Hún vinnur á litlum veitingastað og ég fer þangað reglulega en hún veit ekki að ég. Stundum tölum við saman og hún virðist vera mjög viðkunnuleg kona og bara nice lady. Stundum þá segir hún eitthvað eins og viltu ábót elskan og eða notar eitthvað svipuð orð eins og elskan og þá langar mig ekkert meira en að segja henni frá þessu. Ég veit ekki af hverju þetta gerir mig stressaðan. Við spjöllum stundum og hún virðist vera mjög svona
genuine, bara svona alvöru hérna og góð manneskja. Ef það er ekki mjög ef það er ekki mjög upptekin á staðnum, þá er hún meira til í að tala við mig bara alls konar hluti. Ég keyri bókstaflega í 2 tíma til að koma og borða á þessum stað bara til að hitta hana. Og stundum líður mér eins og hún þekki mig nú þegar. Og ég er búinn að fara þangað 2 í viku síðustu 3 mánuðina og hún segir alltaf hæ við mig með stóru brosi. En bara ef hún vissi. Þetta var semst fyrsti pósturinn hjá þessum gaur. Og maður er svona, ok, hvað gerist næst? Og svo kemur fyrsta update hjá honum. Og það byrjar svona, já, ég gerði það, ég sagði henni það. Og þetta var bara pretty heavy. Hjarta mitt er bara að slá hratt, bara að hugsa það. Ég bara hugsaði hvernig á ég að segja henni það. Og var lengi að hugsa það. Mörg kommentin á síðasta pósti sögðu mér að ég ætti að skrifa henni bréf af því hún skrifaði mér bréf. Og það var upphaflega planið, en svo leið mér eins og það væri eitthvað sem ég ætti að segja frekar. Að þetta væri eitthvað sem ég ætti að segja frekar. Ok, og svo segir hann eitthvað öll kommentin sem hann fékk, hvað hann var ánægður með þau og þakkaði öllum fyrir það. Ok, allt þetta gerðist daginn fyrir gerdaginn, semst í fyrradag. Ég beið eftir að hún var búin með vaktina sína, svo það var frekar seint og hún var að loka veitingastaðnum. Ég beið eftir henni í á bílastæðinu. Við sögðum hæ og þegar hún sá mig, og svo sagði ég henni að það væri svolítið alvarlegt sem hún þyrfti að vita. Fyrst sagði ég henni bara sorry hvað ég væri búinn að halda þessu lengi frá henni. Hún sýndi engin viðbrögð þangað til ég dró út bréfið sem hún hafði skrifað til mín. Þá byrjaði hún að hágráta. Hún fór bara svona öskurgráta og öskra og gráta saman tíma. Ég þurfti ekki einu svona að klára ég er sonur þinn ræðuna sem ég var búinn að undirbúa. Hún bara sá bréfið strax og vissi það. Það var crazy. Næsta sem ég vissi var að hún var að faðma mig bara instantly, og síðan dró hún sig tilbaka aðeins og spurði ef það væri í lagi að faðma mig. Ég sagði að sjálfsögðu væri það í lagi og við stóðum bara þarna faðmandi og grátandi á bílastæðinu. Þetta tók hana sárt samt. Fæturnir hennar gáfu undan í smá stund og ég þurfti actually að halda henni uppi á meðan hún var ennþá að faðma mig í smá stund. Það sem það sem tók virkilega á hjá mér var þegar hún sagði sjá hversu stór þú ert orðin. Að sjá hversu stór þú ert orðin. Og að heyra hana gráta. Hún fór aftur og opnaði veitingastaðinn og við fengum okkur kaffi saman, átum smá eplaböku og töluðum. Við höfum svo mikið af hlutum til að tala og hún sagði mér að í annað skipti sem ég hafði komið inn á veitingastaðinn þá fékk hún tilfinningu mig, en það var bara mjög erfitt að trúa að þetta væri ég. Þannig að hún hafði ýtt þessari tilfinningu niður. Af því eftir mörg ár eftir að hún hafði gefið mér upp til ættleiðingar, þá þegar hún sá aðra krakka á mínum aldri, þá hugsaði hún alltaf hvað ef þetta er sonur minn, og hún fór að gráta í kringum almenning þegar það gerðist. Þannig að það fokkaði henni svolítið upp og hún var svolítið leið, þannig að hún hætti að hugsa þetta og eitthvað meira. Og svo talaði bara meira um hvernig þetta var og tala pappan og hvað hann er líkur pappa sínum og eitthvað svona, og blóð pappa sínum og en hann þekkti ekki pappan.
Hann þekkir ekki pabban, en í update 3 talar þegar hann hittir pabban, sko. Og það er líka mjög fallegt, sko. Og hérna, update 3 sko, met my biological dad, eða hitti hérna blóðpabba minn í fyrsta skipti og ég mjög ánægður með að það var líka mjög fallegt moment. Þegar pabbinn kemur og búinn að vera grátandi og kemur og sest hjá mömmunni og þeim sem við fórum semst saman að hitta hann og hérna, hann kom með einhverja gjöf fyrir hann og eitthvað, þetta mjög fallegt, sko. Og hérna, gaf hann bangsa og hérna, sem var að halda á svona pabbinn gaf hann bangsa sem var að halda á myndaramma af pabbanum að halda honum á fæðingardeildinni og eitthvað svona. Og pabbinn hafði ekki viljað gefa strákinu upp, pabbinn vildi reyna að finna út úr þessu, sko, og reyna að ala hann upp, en þau voru 14 og 15 ára, bara of ung og hann fekk ekki að ráða því og þetta bara ógeðslega falleg saga, sko. Og hérna, svolítið langt, við kannski náðum ekki að lesa þetta allt og ég hugsi ég lesa ekkert meira en bara pældu í þessu, hvað þetta er crazy átakanlegt, sko. Og þetta er ógeðslega, ég mæli með fyrir fólk sem að hlusta að lesa þetta. Ef þið googli bara I keep meeting my birth mom but she doesn't know it's me, þá er þetta fyrsta sem kemur upp, sko. Og hérna, virkilega. Þetta er virkilega skrítið, hérna, þú veist, hvernig síðan dýnamíkin í framhaldi af þessu? Já, þú ert með foreldra sem ættleiddu, svo ertu með eitthvað svona aðra foreldra sem eru, þú veist, raunverulega foreldra en samt ekki. Hann segir, sko, hann farið svo til foreldrarna sem óla hann upp, bara mamma og pappa, og mamma hans hafi verið ógeðslega glöð yfir í hvernig það fór og þú veist, þau voru ekki með neinar slæmar tilfinningar gagnvart þessu og hérna, og bara þetta er ógeðslega falleg saga bara að lesa þetta og hérna, allir mjög góðir, sko. Þetta er svona eins og úr einhverju bíómynd, sko. En það er alveg pæling hvernig, þú veist, sambandi er í framtíðinni, sko, hvort að við haldið góðu sambandi eða hvað gerist, sko. Og hérna, já, maður bara pældi í því að þú myndir koma að staði að þú væri ættleiddur og hérna, og mamma er að vinna á Pizza Hut eða eitthvað og hérna, hvað er rúglega skrítið að hérna, þú veist, fara alltaf á hádegishlaðborðið og fylgjast með mömmunni bara úr fjarska, sko. Þá hefur nú séð mann áður. Hádegishlaðborðið á Pizza Hut. Svo þegar þú segir henni frá hver og ert, þá bara, ég vissi að vera sonur minn, þú færðir alltaf svo ógæðislega mikið af það er bara sonur minn sem getur bara 2 pönnu pítsur. Ef vonsvikinn, ef eitthvað svona, er það þú? Sá einhvern fyrir mér að hann væri í landsbyrnu eða eitthvað. Einmitt. Já, þetta er sko, já, þetta er örugglega bilaslega erfitt, sko, að þurfa að gefa upp barnið þitt og hérna, ekki endilega því þú vilt ekki, heldur bara því þú ert, þú veist, barn sjálf þegar þú ert að eignast það, sko. Og hérna, 14 ára, skilur, þetta er áður en við förum í þegar við erum í grunnskóla einhvern tímann, skilur, það bara bilað, sko. Já, það var ekki miklu líkur að þetta gerist fyrir mig. Það er eintíðan búti. Nei. Svo er ég með svona styttri hérna sögur. Þetta var annað dæmi það þar sem ég heyrði ekki alveg hvað þú sagðir og sagði bara já að því ég var að hugsa að halda Einmitt. Svo er ég með nokkra svona stuttar hérna líka og ég er með fullt af þessu, sko. Við bara spurning hvað við nennum að fara í gegnum mikið. Ég ætla að taka nokkra stuttar hérna inn á milli. Hérna segir einhver, þetta er svona lítil tweet af játningum. Ég fer í gegnum ég fer semst í gegnum alla rasistana sem reakta með emojum á svona sögur innflytjendur á Facebook, eitthvað svona leiðinda komment á Facebook, finn þá og tek screenshot af prófælna þeirra og hvað þeir eru búin að vera að segja og sendi á semst vinnuveitenda þeirra. Og hérna, finnst það bara frekar gott, sko. Bara svona kvundagshetja, sko, það er bara mjög gott, sko, að hérna, margir í kommentakerfunum að Vísi hefðu bara mjög gott að þessu, sko, það er bara að lesa þessi toxic comment oft er bara, þú veist, veit fjölskyldaðin
hvernig þú ert á netinu. Það bara Hvernig væri ekkert að frétta stream þar sem ég og þú bara sitjum við tölvu og förum í gegnum förum í gegnum vísiskommentin og og sendum á, já, það er svona, þetta er svona eins og þegar stelpur sem fá dónaskilaboð eða dick pic eða eitthvað svona leiðindadót frá einhverjum gaurum og oft ungum strákum taka screenshot og senda á mömmunar. Maður hefur séð þetta. Já. Og stundum segja mömmunar eitthvað svona, já, takk fyrir að senda mér þetta er ógeðslegt, ég tala við hann og bara, hann er betur upp alveg þetta, eitthvað svona, kom með alvöru svar, en stundum eru mömmunar bara, já, ok, ógeðslega hóraðinn, eitthvað, bla bla bla, og eru bara ógeðslega vondar á móti og eru bara, hlæja bara að því sem krakkarnir eru að gera og bara, ógeðslega skrítið, sko. Sem er samt svona meikar alveg sens, því að þú veist, reyndar, sko, algjörlega. Hérna er önnur svona stutt. Nei, ok, hvað segirðu? Nei, það ég að tala, en gaman. Hættu, sko, aftur, ég vil minna hlustendur á, það er smá lag í samræðanum okkar að því Gummur í öðru landi, þannig að stundur lítur út eins og ég sé að grípa fram í honum. Þegar ég það ekki. Já. Það var nú líka alveg lag þegar við vorum á Íslandi. En já, núna að því ég með orðið, það var bara einhvern veginn svo mikið sem ég þarf að segja. Já, ok. Nei, þess ég ætlaði að skjóta inn þarna var að ef þú ætlar samt að grípa svona glóðvorkun og screenshot eitthvað svona skilaboð frá karlmanni sem er mögulega í stjórn lífeyrissjóða eða situr í einhverju kvótafyrirtæki, þá höfum við samfélagi alveg lagt okkur, það er alveg komið skýrt fram að það verða engar afleiðingar. Nei, en þess vegna þarf að senda á mömmunar. Ef þú sendir á mömmur einhverja stórfyrirtækja kalla og láta mömmunar alaða strákarna sinu upp og segja bara skammast þig fyrir þetta, skilurðu, þá verða afleiðingar. Það bara, þú mátt ekki fara í vinnuna, þú ert í straffi, þú bara mátt ekki vera í vinnuna. Þá verða alveg afleiðingar. Nei, en þetta er alveg rétt, sko, þetta er, þú veist, þetta er svona partdæmi það sem almenningur tekur kannski ekki lögin í sínar hendur en svona vinnur sína, svona forvarna vinnu. Það sem það er bara gerðist mikið af þessu og þau listir, sko, bara go nuts í þessu, að taka einhver screenshot af ömurlegum kommentum og eitthvað. Og þú veist, ég hugsa alltaf á maður í svona aðstæðum, ef maður finnur eitthvað svona og maður vill posta einhver stað hjá sér, bara sjáðu hvað þetta fólk er asnalegt. Á maður að blurra út nafnið, af því að það er oft eitthvað sem maður gerir til þess að passa að, skilur, manneskjan líði ekki fyrir að þú vilt posta einhverju hjá þér, eða átt ekki bara að leyfa, þú veist, vondu manneskjunni að fá nafnið sitt birt með ógeðinu sem það segir, sko. Jú, líka með spissi, sko, svona varðandi svona lagaramann. Já. Er eitthvað bannað við að taka screenshot af einhverju sem að þú postar eða einhver prófæll postar og setja það eitthvað annað? Ég held, þú veist, þetta er allt opið á netinu. Það er oft það sem ég bara hugsa, sko. Ef þú ert að segja þetta þú veist, á opnum stað á netinu, mér finnst alltaf svona aðeins meira, þú veist, það er alveg örugglega löglegt ennþá, en það er svona minna kannski gegnsætt ef þetta er á lokuðum hóp eða ef þetta er í, þú veist, ef þetta er í einkaskilabóðum eða ef þetta er í tölvupóstsamskiptum eða eitthvað, að þá finnst mér svona meiri sens að blurra út, sko, oft. Og það þarf ekki vera endilega eitthvað tengt, sko, einhverju perradóti, bara svona alltaf að þú birtir einhver einkaskilabóð, finnst mér alltaf mega sens að hugsa, ætti ég ekki að blurra út, þú veist, nema ég er búinn að fá samþykki, skilurðu, fyrir að birta. Og já, allavega, segir, önnur svona stutt, kona mín, hún, já, tolerates, hún afber, ok, kona mín, hún þolir, lætur sig hafa að leyfa mér að halda hænur, að vera með hænur, svo lengi sem þau eru að verpa eggjum reglulega. Hún lætur sig hafa það fyrst þær eru að verpa eggjum. 3 af elstu hænunum mínum hættu að verpa eggjum fyrir 9 mánuðum og ég gat ekki látið mig hafa það að drepa þær eða að hætta að eiga, djöfull er ég lélegur í að þýða þetta svona beint. Stundum virkar heilum þess ekki. Já, hakka þeim.
þannig að ég búinn að vera að hérna koma fyrir svona lill free range eggjum, bara svona eggjum úr Krónunni, þú veist, úr Lidl-búð og hún veit það ekki ennþá, en ég er búinn að fara alltaf og láta eggjur þannig að ég þurfi ekki að gera þetta sem er alveg cute, sko, ég skil það mjög vel. Ok, hérna er eina aðeins lengri sem ég ætla að lesa fyrir þig. Ok, sko, já. Við erum, sko, státturinn er orðinn svolítið langur hérna. Ok, síðasta sagan. Taktu þessa, Já. en höfum þetta síðust. Höfum þetta síðustu og hérna svo eigum við bara inni ef að fullt af einhverju ef við viljum gera meira. Ok, ég er búinn að vera að deyta 2 stelpur í leyni í síðustu 2 ár og bara nýlega þá hérna misti ég hætti í sambandi með ástinni í lífi mínu og þeirri stelpu sem ég elskaði meira. Þetta er svo mikið rugl, sko. Ég kynntist báðum þessum stelpum þegar ég var í háskóla. Fyrsta stelpan, þá hitti ég hana á netinu fyrst og við fundum út að við værum í sama skóla. Hún var bara góður nemandi, klár og með fullt af vinum, skemmtileg og bara gaman að vera í kringum. Við byrjuðum að deyta fyrst en ég leyfði aldrei að verða neitt alvarlegt af því ég var nýlega búinn að hætta með annarri stelpu sem ég var ennþá að komast yfir. Þannig að þetta er fyrsta stelpan. Og hérna á sama tíma og þetta var að gerast þá byrjaði ég í nýjum áfengum og kynnist stelpu B. Þetta er hinn stelpan, þetta er stelpa B. Hún er sexy, sæt og mjög bara svona indæl og hérna sweet. Hún var svona into me, hún var hrifin af mér og byrjar að senda mér skilaboð og hérna af því við erum í sama vinnuhóp og við byrjum að hanga saman. Við byrjum að deyta líka og áður en ég veit af er ég að verða ástfangin af báðum þessum stelpum af mismunandi ástæðum. Þessi gauð bara, þetta er bara, önnur þeirra er klár og fyndin og skemmtilega og hinn er bara fucking sexy og sæt. Það er bara, já, ég er með eina stelpu fyrir allt sem ég þarf í mínu lífi og dekka allt sem ég vil. Fyrsta stelpan sem ég hitti, við rifumst einn daginn og það var mjög ljótt og það kom til þess að við töluðumst ekki við í einhverja mánuði. Þetta er svo sem er ekki sexy. Já, þetta er svo sem er ekki sexy og er bara skemmtileg og fyndin. Á þessum tíma, þegar við hættum að talast við, þá eyddi ég miklu meiri tíma með stelpu B og ég var ennþá ástfangnari af henni á sama tíma og hérna, ég saknaði alls sem ég elskaði við stelpu A. Þetta er svo fucking steikt að hérna, já, hann saknaði þess að vera í kringum einhvern sem var fyndinn og skemmtilegur. Á endanum þá hérna byrja ég aftur með stelpu A og byrja að eyða tíma með henni meira og meira til þess að hérna vinna upp tíman sem við týndum þegar við vorum ekki að tala saman og af því já, og líka af því ég bara svona leið frekar illa yfir í hversu ljótt þetta endaði hjá okkur á þeim tíma. Þannig að ég leyfði eiginlega öllum tímum mínum að vera með henni eftir að við byrjuðum aftur saman og þannig að hún myndi líka ekki gruna að vera eitthvað annað í gangi. Á þessum tíma þá var stelpa B obviously ekki hrifin af þessu að hún væri að sjá alltaf minna og minna af mér og ég var alltaf að ýta svona hlutunum undan okkur að bíða með að hitta hana. Þannig að hún hættir með mér. Ég verð mjög reiður og segi hluti, þessi gæi er bara toxic, það er bara geislavirkur, sko. Ég verð mjög reiður og segi hluti sem ég bara augljóslega hefði ekkert að segja og sé strax eftir því. Og byrja ég að vera í og
já, ég sé strax eftir ég að segja þessu hluti og átta mig á því að hún stelpa sem ég elska og vil vera með, en núna vill hún ekki eins og tala við mig eða hlusta á það sem ég hefur að segja. Bara gott á þig. Þetta í 2 ár, skilur. Það ekkert að ég verið í sambandi með fleiri en einni manneski, en bara ef allir eru á sömu blaðsíðu, sko. Guðmundur, og ég vil að þú takir þetta til þín sérstaklega. En 2 ár, það sem bara bara, já, þessi eiginleikar í stelpu, takk, og ég ætla að velja þessa í hinni stelpunni sem ég er með. Samt ógeðslega fyrirkomulega geta verið bara eitthvað smá erfiðleikar hérna, ég ætla bara að hoppa yfir hinum megin. Já, hoppa yfir hinum megin. Þetta svona það sem, ég held að þetta sé mjög algeng ástæða fyrir að fólk kannski bæði hætti saman og líði illa eftir sambandsslit er þegar kærastan eða eitthvað svoleiðis, tökum bara það sem dæmi, er eitthvað svona, já, ég ætla bara að hanga með Axel vinum mínum og hinn manneskjan er eitthvað og það er ekkert í gangi milli ykkar og hún eitthvað, nei, hann bara vinir, og svo þegar þið hætti saman þá byrjar hann strax með Axel, sko, eitthvað svona. Ég held að það er alveg algengt, sko. Það er alltaf einhver fucking Axel. Það er eitthvað fucking Axel, sko. Þetta er mjög algengt, held ég, að hafa svona backup og ég held að margir gera þetta, bara bæði stelpa og stráka og bara öll kynur að hafa svona backup í sambandi og líka bara svona, það er alltaf lagi ef þetta virkar ekki, eða mér langar að prófa Axel núna, þannig ég ætla að hætta með þessu, sem er alveg svona, það er alveg leiðilegt, sko, og það er alveg mikil svona svik, en þessi gaur í þessu sögu er bara á next level þannig, sko, hann er bara. Já, ég er reyndar, sko, ég er ekki með eitt backup, sko. Ekki? Nei. En þú, í háskólanum, þá hefur þú getað sett upp bara nokkuð backup þarna hjá þér og bara einn í hverjum tíma sem þú ert í, sko. Nei, já, ok. Ég verða við að ég er heldur ekki með neitt backup og hef aldrei verið með backup í einhverjum sambandunum sem ég hef verið í, sko. En harði diskurinn, hann er backaður upp. Já, segðu. Ég hef reyndar lent í, sko, að kærustur hafa verið með backup, skilur sem hafa svo hætt með mér, sko. En þú veist, en svo spurning, það er líka alltaf lagi. Ég er við, þú veist, það er ekkert hard feelings þar, sko. Nei. Ég bara skilða mjög vel, sko. Spurning, sko, hvenær er backup og hvenær er eitthvað bara svona rebound, skilur við? Já, það er alveg spurning, sko. Ég myndi alveg segja að það væri backup ef að þau eru byrjuð í sambandi, skilur við, mjög snemma. Já, jú. Mér finnst það alveg mikið sens, en það er alveg rétt, það er alveg spurning hvenær er bara svona tilfallandi að þið uppgötuð ástin ykkar viku eftir hinn sambandslitin. Það er bara, já, alveg rétt, við erum hrifin af hvort öðru. Já. En svo er eitthvað það er manna núna. Alveg. Já, en svo er einhvern veginn alltaf svona sweet spot þegar einhvern veginn þau sambönd síðan ganga einhvern veginn eiginlega aldrei. Nei, algjörlega, sko. Og ég ætla ekki að segja að ég er endilega gaman að sjá það, en maður er alveg svona smá gaman að sjá það. Alveg svona gaman. Nei, jú. Leiðilegt að sjá það gerast. Já, nei, alls ekki, sko. Og já, maður vill náttúrulega bara að fyrirverandi kærusturnum hans finni hamingjuna, sko. Og já, það er bara nei, en við getum verið backup hjá okkur öðrum, ef að segja það að þá held ég að við ættum bara að reyna bara okkar best að halda okkur í sambandinu okkar. Já, ég held að sé eiginlega bara meira hvetjandi ef við hugsaðum þannig, sko. Allavega, þetta voru nokkrar svona játningasögur, sumar kannski betur en aðrar, en ég er með, sko, það er hellingur af þessu og ef að þetta er bara dagskrárliður. Hvað segirðu? Það verður bara svona dagskrárliður hjá okkur. Já, getur verið það, eða við getum gert annað þátt ef að fólk er hrifið af þessum, en ég held annars að þetta sé bara gott sem fyrsti comeback þátturinn okkar. Það var mjög gaman að spjalla við þig og ég bara að vona að allir hafa það gott. Þið
sem eru að hlusta hafið samband að ekkert að frétta @gmail.com eða eru með uppástungur að einhverju til að gera þættina betri eða umræðefnum eða á Instagramun okkar ekkert að frétta. Stuðningsalið þáttarins í dag eru Come back to me. Come back fóstureyðingar. Ha? Nei, Guðmundur? Ha? Ég veit ekki. Veit ekki hvað. Þú veist, ef ég fannst einhvern comeback þurfa að vera eitthvað. Mér fannst það bara langt yfir strikkið, sko. Ég veit ekki, þetta var svolítið skrítið bara, einhvern veginn ekki momentið. Herru, við bara kveðjum þá og hérna. Klippa svona? Ég bara ekki viss ég hafi tækin eða tólin í að klippa svona, sko. Þannig að, mér finnst það bara mjög leiðilegt, en nei. Þannig að við segjum bara bye. Bye. Já, bye. Nice. Djöfull, maður er alveg skeitt þarna á seinasta snúningi. Þetta var... Ég var að grínast, sko. Ég var að grínast, sko. Shit, maður. Alveg kald svitna. Herru, já, við skulum kveðja líka ef einhver að horfa á okkur. Segjum við bara bye hérna. Og ég ætla að hætta að taka upp.